Ok, í þessu dæmi ætlum við að finna sjötta síns Taylor-markmiðið fyrir fallið f af x rétt og 1 á móti 1 plus 2x í öðrum. Við ætlum að finna Taylor-markmiðið 0 og við ætlum að nota þekktar Taylor-markmiðið til að finna þessa markmiðið. Við byrjum á að kíkja í töflun okkar og sjá að við erum með Taylor-markmiðina fyrir 1 á móti 1 mínus x. Ég ætla að kalla þetta reyndar 1 á móti 1 mínus t í ganni. Þessi Taylor-markmið er 1 plus t plus t í öðru, plus t í þriðja, plus t í fjórða og svo framvegis. Þannig að við komum í endarliðin og svo heldur þetta áfram. Ok, við ætlum að nota þetta, þá byrja ég að skrifa. Ok, f af x er 1 á móti 1 plus 2x í öðru. Þetta get ég einfallega að skrifa sem 1 mínus 2x í öðru. Þá er það bara að gera þessi hér breytiskipti hérna fyrir t-ið. Og það má ég gera ef ég gerir nákvæmlega sömu breytiskiptin hægra megin. Þannig að ég segi þetta er jafnt á 1 plus mínus 2x í öðru plus mínus 2x í öðru plus mínus 2x í öðru í þriðja plus mínus 2x í öðru í fjórða og nú skulum við sjá hvað þarf ég að fara langt. Ég segi ég var bara að setja inn fyrir x hér og hér í jöfnunni fyrir ofan. Hvað þarf ég að fara langt? Ég vil fá sjötta stigs markliði, ég vil fá x í sjötta í mesta lagi og við sjáum hérna ég fæ x í öðru, ég fæ x í öðru í þriðja, það er x í sjötta. Þannig að þessi liður hérna er aldeilis ónauðsynlegur með þetta dæmi. Við segjum bara plus og svo framvegis. Ok, við getum skrifa kannski í ganni hjá okkur hvernig endiliðin verður, þannig að við erum mínus 2x í öðru í enda og svo heldur þetta allt áfram. Þannig að p6 af x er jafnt á 1 mínus 2x í öðru og svo tökum við hérna bara stuðull sínum x í veldinu, þannig að fáum mínus 2 í öðru, það er plus 4. Sínum x í öðru, það er x í fjórða. Svo fáum mínus 2 í þriðja, það er mínus 8. Sínum x í öðru í þriðja, það er x í sjötta. Og þetta er sjötta stigs Taylor-markmiðan. Ok, nú sjáum við út frá þessu getum við séð bara alveg almennt hvernig endastigs Taylor-markmiðan myndi vera. Við skrifum hérna upp Pn af x, bara svona til að bæta aðeins við. Það er summan, k fer frá 0 og upp í n, af, ok, almennt er formúlan f diffrað k sinnum í 0, deilt með k hrópmert, sinnum x í katta. Við getum aftur á móti fundið formúlu fyrir stuðlunum með því bara að skoða hvernig endi liðurinn myndi vera. Þetta ætti að vera summan, k fer frá 0 og upp í n og munið nú að k er teljarinn okkar, þannig að við segjum mínus 2 í veldinu n, sem mínus 1 í veldinu k, sinnum 2 í veldinu k, sinnum x í veldinu 2k. Það er fyrir að taka mínus 1 sér þarna. Og sér að við fáum mínus 1 plus 1 til skipti, sérna í mínus k. Við fáum 2, 4, 8, 16 og svo framvegis hérna 2 hérna káta og alltaf x í veldinu sléttöluveldi. Og hérna ef við erum með þessa formúlu þá getum við svo auðveldlega reiknað út hvernig n fyrstu liðinir myndi vera í þessum Taylor-markmiðum með að nota bara MATLAB. En þetta var sem sagt svarið með hvernig dæmið var lagt upp.